Jæja, ég ætla að halda aðeins áfram með svona pínulítið framhalda þættinu sem var fyrst. Þá vorum við að tala hér íþróttahöllina sem hét þá og ég hefði heyrt að það stæði jafnvel til að, eða hefði einhverju dottið í huga að fara að rífa það, en við ætlum að vona að það verði ekki. Þetta verði bara gert upp og verði okkur til sóma. Nú skoða aðeins húsin hérna niður frá, svo er það Gagnfræðaskólinn hér. Hann er byggður 1942 og síðan kom barnaskólinn þar fyrir neðan, en á milli þessara húsa er kartöflugeymsla Akureyringa til margra ára. Og þetta gerist þannig að Logi Már Einarsson arkitekt, hann semur við verktakann sem átti að rífa, það átti sem sé að rífa kartöflugeymsluna og loka þessu bara. Þetta er svo sem bara hús grafið þarna inn í bakkann. Logi kaupir þetta hús kartöflugeymsluna á 1 krónu, svona formlega bara. Og þegar á að fara að rífa þetta, þá semja þeir, sem sé Logi og verktakinn, að reyna að bjarga þessu og gera úr þessu teiknistofu. Og það verður svo úr og hún er komin upp núna, er búin að vera starfrækt alveg fram til, ég man ekki, fram undir 2007 eða eitthvað svoleiðis, þá er farið eða þar fyrr, þá flytur Logi hérna í burtu og fer niður í Glerárgötu með sitt starfslið. Er þar í nokkur ár. Í millitíðinni er Óli G. Jóhannsson, myndlistarmaður, með aðsetur hérna og sem sé sýningarsal og vinnuaðstöðu. Þegar hann hættir, þá kaupir Logi þetta aftur og flytur inn, og eins og hann sagði sjálfur, nú er ég komin heim. Við skulum labba aðeins niður eftir og kíkka inn á stofuna hjá þeim. Þessi kartöflugeymsla, þetta er ekki einu sinni hús, en það átti að fylla bara upp í þetta. En við sjáum hvað er hægt að gera mikið fyrir svona íverustaði eins og kartöfluna sem er orðið fínasta hérna teiknistofa núna og húsnæði og getur notast í hvað sem er í raun og veru fyrir handverk eða eitthvað annað. Að bara leggja áherslu á það, við þurfum ekki að rífa allt sem að er. Við skulum skoða þetta aðeins, plús það að sagan sem er hérna í þessu, hún er náttúrulega alveg óborganleg. Hér er að koma fólk inn eins og þið segja við starfsliðið, hérna er hillan, hérna geymdi ég mína kartöflur. Og svo bara titra neðri vörinn og allir eru voðalega tilfinningasamir, en þetta er þessi tengsl sem við höfum við húsin og mér verður mjög tíðrætt sem gerir þetta allt svo skemmtilegt og ekki síður fyrir krakka sem aldrei hafa upplifað þetta sem kartöflugeymslu, heyra söguna og vita af henni, það er alveg nóg. Þá erum við komin hér efst í kaupfélagsskilið, hingað upp eftir náði í raun og veru kaupfélagsskilið í gamla daga. Það var ekkert fyrir ofan, þetta voru stígar hér bara upp fyrir, en hérna fyrir neðan endaði þetta í raun og veru og við Mjólkursamlagið, þar var svona endastöðin. Bak við mig hérna stóð bær sem heitir Garður, það er búið að rífa það hús, túnið er hérna örlítið blettur að því ennþá. Og sagt frá því til gamans að Magnús Magnússon, eða Mike Magnússon eins og hann kallaður í Bretlandi, sem var fræðimaður og fjölmiðlamaður mikill, hann á ættir sínar að rekja í þennan garð hérna. Ef við horfum svo hérna niður eftir á bakhúsin, á bakvið Hvíta húsið stóra hér, þetta hús var gert upp árið 1989 og þeir fluttu þarna inn Helgi Vilberg, skólastjóri Myndlistarskólans, og Guðmundur Ármann sem var hér primus motor í Gílfélaginu og öðru. Þetta var svampgerðin hérna, þetta hús hér,
og það voru mölvaðar niður milli gólf og gekk heilmikið á til að koma þessu í það stand sem það er í núna. Við ætlum aðeins að kíkja inn til Guðmundar á eftir og fá að taka nokkra myndir þar. Þetta er, já, 1989 er þetta gert upp á sama tíma og Myndlistarskólinn flytur inn hér í Hvíta húsið sem er hér fyrir neðan. Ég hef stundum sagt þetta að það er engin lóð í kringum þetta hús eiginleg, það er engin bílskúr, það er svo margt sem ekki er í venjulegum húsum, en ég hef alltaf sagt að það er bara til neytandi og svo eru til þarfir neytandans. Þetta fólk sem býr hérna, það þarf ekki annað. Þetta hentar því algjörlega þetta hús. Og þá er sagt, já, ef þetta verður selt, þurfa þá ekki einhver aðrir að fara að breyta þessu. Ég segi, þetta hús, þegar það verður selt, þá flytja einhver inn sem hafa sömu þarfir og þetta fólk. Þannig við þurfum ekki að vera að byggja fyrir komandi kynslóðir. Það leitar sér, neytendurnir eins og vatni, það leitar sér alltaf farvegar einhvers staðar. Þannig að hérna eru þeir búin að búa öll þessi ár og eins og ég segi, það er engin lóð og ekki neitt en líður bara vel þarna. Við skulum labba niður eftir og kíkja aðeins á þá. Þá stöndum við frammi fyrir gamla Myndlistarskólanum. Þetta var upphaflega Sjafnarhúsið, eða sem sé Efnaverksmiðjan Sjöfn var hérna með sína starfsemi. 1988 þá er þetta hús, þá er þetta hús keypt af einstaklingi. Hann leigir þetta út og Myndlistarskólinn flytur hérna inn. Og hann er hérna alveg fram á fyrir einhverjum 2 árum síðan kannski sem að hann flytur úr þessu húsi og búið að breyta þessu núna í gistiheimili. En skólinn var fyrst hann var sem sé fyrst í Hreiðarskóla sem við köllum. Verslunarmannahúsnæði á Ská á móti Sjallanum, síðan fer hann í Glerárgötuna og svo þaðan upp eftir og hingað og var hér öll þessi ár. Jæja, þá erum við búin að kikka á Sjafnarhúsið hérna og við erum búin að kikka á Svankgerðina hérna á bakvið sem Guðmundur Ármann og Helgi Vilberg búa, þeirra fjölskyldur. Við skulum labba aðeins niður hérna gilið og við skulum byrja hérna, færa okkur aðeins niður og taka húsin hérna sunnan við götuna til að byrja með. Við byrjuðum þáttinn að tala um það að þetta væri hús sem hefði átt að rífa. Þessi hús hér röð alveg niður, hún stóð tæpt á tímabili og þannig að það stóð til að rífa þessi hús. Bærinn yfirtekur þetta eða kaupir þetta af kaupfélaginu og selur þetta svo áfram og það er farið í það verk undir leiðsögn Helga Vilberg, held ég megi segja, að öllum öðrum ólöstuðum að ganga í það að safna fólki í þetta og gera þetta að því sem það er í raun og veru í dag. Þetta eru myndlistarstofur, þarna voru arkitektarstofur, þarna voru vinnustofur og íbúðir og hérna, þannig það tókst að bjarga þessu. Og við skulum skoða aðeins á eftir, það sem mér er svo hugleikið, það er götumyndin. Við erum með söguna hérna, alveg hreint bullandi sögu, en við erum líka með þessa götumynd með þessum fínu húsum. Sjáum það er ekki sama hæð á húsunum, þau eru misjöfn, enda byggð á misjöfnum tíma, alveg frá 1930 til 1950 er verið að byggja þessi hús. Það er svo mikilvægt, ef að þessi hús hefði verið rifin og byggðir einhverjir glerkastalar hérna eða stálhús eða guð má vita hvað,
þá svo stór hluti af sögu Gilsins farið. Þetta var hjartað í bæ Akureyringa hérna og þetta alltaf sama sagan. Ef við klippum svona á, þá deyr eitthvað. Og ég ekki að tala bara fyrir okkur, ég að tala fyrir unga fólkið sem að man ekkert eftir þess eins og risaðilega eins og ég, en það hlustar á þetta og það finnst gaman að heyra þetta. Þarna hefur verið smjörlíkisgerð eða pylsugerð eða efnaverksmiðja sem að kölluð, sem að minni nú að efnavopn, en þarna var framleitt sultur og safjar og saft og karmelur og góðstrykkir og nefndu það bara. Við skulum færa okkur aðeins niður, við löpum aðeins fram hjá þessum húsum og svo færum okkur örlítið neðar í götuna og þá skal ég segja aðeins meira. Jæja, þá skulum við kíkja aðeins hérna á húsin hérna sunnan við götuna til að byrja með. Fyrstu húsin, eins og ég sagði áðan, þetta byggt allt hér á tímabilinu frá 30 til 50. Fyrsta húsið hérna í miðjunni og það byggt sem smjörlíkisgerð, framleitt smjörlíki þar. Og þetta hús stækkar mjög fljótt og þá turninn byggður til stækkunar í austur. Það dugði svo ekki til, þannig að það byggt hér ofan við þetta hús sem við sjáum hérna og þetta verður smjörlíkisgerðin. Það sem flyst svo í húsin fyrir neðan, það efnaverksmiðjan Flóra á efri hæðinni, eins og ég sagði áðan, og það pylsugerð á neðri hæðinni. Þetta svona í grófum dráttum sem þetta var. Það var, auðvitað, tók þetta svolítinn tíma og breytti svona misjafnt milli ára, en svona í grófum dráttum. Neðan við svo aftur nýrri hús sem voru byggð seinna á. Þar hefur verið íbúðir, þar hafa verið verkstæði, Einir var þarna, trésmíðaverkstæði og annað þar að lútandi. Neðan við það svo, það sem bílastæði í dag, þar stóð svo gamalt hús sem hét Karolínurest. Þetta hefur verið stærra hús, steinhús eða hluti af húsinu stóð sem ég man eftir, en áður fyrr hefur þetta sennilega náð þarna lengra niður og ég man eftir mynd þar sem var verið að fjarlægja húsið vegna þess að kirkjutröppurnar komist ekki frá kirkjunni og niður á planið þarna við Kea. Þetta sem sé rýma fyrir þeim sem betur fer. Eina skipti sem ég hæli því eitthvað rifið. Það íbúð hérna uppi í þessum turni, það eru íbúðir hér á móti, við erum með líkamsræktarstöð hérna, við erum með veitingastaði þarna í Gullahúsinu og við erum með turninum, erum við með þar sem við vorum áðan inni, þar erum við með listafólk, Rannveig og Stefán, með sínar málari og þau bæði. Og svo fyrir neðan eru vinnustofa og íbúðir þar fyrir neðan, eða gistiheimili. En við röltum áfram. Jæja, þá erum við komið hér að listasafninu á Akureyri og þetta Þórir Baldvinsson sem teiknar þetta hús. Þetta byggt 1939 og tekur við af mjólkursamlagi sem var hérna fyrir neðan hjá okkur í Rauða húsinu hérna. Þetta svona undir áhrifum Bauhaus í Þýskalandi. Þetta sem sé funkisminn, alveg eins og hann gerist flottastur. Og þetta hús komið í svona töluvert upprunalegt ástand. Það
getum við sagt pínulítið á niðurleið. Það var búið að hengja einhvern skilti hér utan á húsi sem var eiginlega að setja turninn á hliðina og það var búið að setja ofan á hér efst uppi þar sem að turninn endar. Þar þakskyggnið látið ganga svona ekstra langt út til að sýna að þarna endar húsið. En ofan á þetta á tímabili var búið að tróða svo einhverjum kastara þarna á glerhúsi upp. En sem betur fer þá búið að fjarlægja þetta allt saman í dag. Þannig að nú stendur þetta svona eins og það á að standa. Ég ætla að taka annan þátt í það að fara inn í safnið og ræða eins það. En þetta er ótrúlega flott hús. Það eina sem ég sár yfir og get ekki fyrirgefið hönnuðunum, það að einkennismerki allra þessara húsa á sínum tímum og við sjáum það hér upp frá þessum húsum líka, það eru hringgluggar. Hér var gluggi undir sem að endaði turninn, þetta var svona punkturinn ekki yfir heldur undir íinu og átt að vera. Sem betur fer þá mótar fyrir honum ennþá þannig að það væri hægt að sitja hann í. Og það verður næsta verkefni mitt að berjast fyrir því. Ég veit það eru margir sem sakna þess og það vantar eitthvað í húsið þegar svona tekið. Og þetta má bara ekki gerast. Húsið meira að segja friðað að utan, þannig að þetta bara ekki leyfilegt. Mér langar svo að tala líka hér þegar við kíkum hérna upp eftir, eða skoðum húsin aðeins, þetta allt saman verksmiðjuhús. Þetta byggt utan pilsugerð og karmelugerð og smjörlíkisgerð og eitthvað annað. En takið eftir köntunum upp í húsunum og sjáu hvað gengið vel frá þessu öllu. Ef við líkjum þessu nú við eins og verksmiðjum í dag sem yfirleitt svona tiltölulega látlausar og svona einhvern veginn dauðar skemmur, þá finnst mér þetta alveg ótrúlega hvað lagt mikil vinna í þetta á þessum tíma. Því það var ekki auðvelt að gera þetta. Þetta voru ekki þær vélar eða tæki og tól sem við höfum í dag. En menn höfðu metnað og menn höfðu svona framtíðarsýn og skiluðu bara ekki verki af sér nema góðu yfirleitt á þessum tíma. Og þetta ótrúlega fallegt hvernig turnarnir kallast á. Þó þetta frá 20 ára tímabili sem þetta byggt. Og falla hvert að öðru, þetta misjafnar hæðir. Allavega þessi kafli hér ofanfrá og hingað niður alveg frábær. Það tekur aðeins við nýrra hérna fyrir neðan, en það svolítið svona, kannski ekki alveg eins fallegt eins og efri hlutin á þessu. Þetta gefur okkur þessa mynd líka af götumyndina sem við höfum hérna sem svo falleg. Og eins og ég sagði áðan, ef við ætlum að fara að rjúfa þetta á einhvern hátt, þá erum við að skemma svo mikið fyrir okkur. Við þurfum að vera duglega að varðveita þetta og halda utan um þetta, því að þetta hluti af okkar sögu, okkar byggingarlist og eitthvað svoleiðis. Það sennilega fer ekki fram hjá neinu sem að horfa núna að hávaðinn hérna, hann alveg gífurlegur. Og ég veit að þessi gata hefur verið hávaðamæld og ég held ég sé að fara með rétt að hún sé hávaða mesta gata bæjarins. Mengunin alveg gífurleg hérna, þannig að það að vísu búið að hægja hraðan hérna niður í 30, en það væri hægt að gera miklu meira til þess að fá fólk til að keyra aðrar leiðir á milli brekkunnar og miðbæjarins hérna. Það væri til að sagt að opna lækinn sem rann hér niður á sínu tíma. Erlendis þykir þetta algjört gull að komast í svona læki. Það verður að opna þetta allstaðar, draga vatnið inn í bæina eins og mögulegt en við lokum þessu öllu saman. En eins og ég segi, þetta ótrúlegur hávaði hérna og mengun eiginlega líka. Þá erum við komin hérna niður fyrir mjólkursamlagið og hér sjáum við svo viðbyggingu sem var byggð við samlagið og tengt við ketilhúsið hérna. Þetta hefur sjálfsög tekist ágætlega, en ég ætla að fjalla sérstaklega eins og ég sagði áðan, öðrum þætti kannski innviðina aftur í safninu. Ketilhúsið var svona hjartað hérna í bænum. Hér var leitt vatn
að húsinu, því var breytt í gufu og gufan var svo leidd í stokkun sem voru hérna fyrir ofan og út í þessara verksmiðjur sem voru hér út allt. Allt var þetta gufudrifið. Ég þótti svolítið leiðilegt að sjá að þessi stokkur, hann hefur verið fjarlægður algjörlega. Hann hluti af sögunni og undirstöðurnar standa þarna ennþá upp úr. Þannig að það væri lítið mál að setja hann bara aftur einhvern hluta á honum til að segja frá hvernig þetta var og hverju þetta þjónaði á sínu tíma. En þetta var sem sé hjartað í gilinu hérna og það var Sigvaldi Þórðarsson sem teiknaði þetta, var þá hjá SÍS, Teiknistofu Sambandsins. Þessi hús öllu sömun sem eru hérna og upp úr, þau eru öll friðuð að utan. Og í húsakönnun þá má bara ekki trufla við þessu. Þannig að það er alveg með ólíkindum að hafi staðið til að ætla að rífa þetta á sínum tíma. Þetta hús var byggt fyrst sem sláturhús, neðsti hlutinn að þessu. Síðan er gert hér viðbygging í vestur og það er mjólkursamlagið fyrsta sem var hérna í gilinu. Eftir einhver ár þá er það orðið á lítið og þá er húsið byggt upp frá þar sem samlagið er, þar sem listasafnið er núna og flutt þangað upp eftir. Út úr þessu húsi gekk síðan kornvörugeymsla sem að tilheyrði hérna. Það er búið að rífa hana, eða hún brann réttar að sagt, kringu 1980 og hún er horfin og bílastæðið þar. Ég heyrði líka sagt að einhvern tímann hefði verið staðið til að rífa Ketilhúsið og gera bílastæðahús hér fyrir framan og aftan. Ég getur vel verið að segja að gera þetta hérna fyrir aftan en við rífum ekki Ketilhúsið, það er bara svoleiðis. Og þetta er hluti af safninu núna, var tónlistarsalur og hefur verið notað bara í fullri notkun held ég alveg fram á þennan dag.